Jæja, ok, afsakið biðina. Ég var að reyna að rembast við að setja Java upp á þokkalan hátt hérna, það er ekki alveg komið. Einhverjar spurningar á þeim byrjum. Í dag ætlaðum við að tala þennan kafla 3.5, hvernig við nýtum okkur symbol-töflur. Og síðan ætlaði ég líka að fara í skilaverkefni, það er að segja skilaverkefni 1, 2 og 3. Ok, nú fyrsta tilfellið segjum sem svo að við séum með gögn þar sem við séum með lykla en við erum með engin gildi, ekkert value. Meikar það eitthvað sens? Jú, vegna þess að við getum verið að halda bara utan gögn sem eru bara lyklarnir, þá getum við litið á þetta sem mengi, einfalt mengi af gögnum af einhverju tagi. Og við viljum geta svara spurningum að því formi, þú veist, stak til í menginu, bættu staki við mengið, taktu stak úr menginu og svo framvegis. Og það eru akkurat svona symbol-töflu spurningar. Þá getum við einfaldað hérna put-skipunina í að kalla hana bara add vegna þess að það er ekkert value sem fyrir inn. Og get, kallum við núna contains, vegna þess að við fáum ekkert gildið tilbaka, við fáum bara já eða nei hvort það sé til staðar eða ekki. Remove, eyðir þá bara. Þannig að það er bæta við, eyða og það til. Og síðan vil ég geta ítrað í gegnum stökin í þessu mengi. Hvernig útfærum við þetta? Það er eitt. En hvernig notum við þetta? Hérna til það mjög sniðugt dæmi, eitthvað sem er mjög algengt. Við viljum halda utan uppflettutöflu, eins og við getum kallað það. Það er að segja að við erum með eitthvað safn á orðum sem við viljum halda utan og síðan koma fyrirspurnir. Við lesum eitthvað inn og við berum það saman við þessu uppflettutöflu. Það getur verið tvenni tagi. Kannski er þetta orð sem við viljum fylgjast með. Ef svo þá merkjum það hjá okkur. Ok, þau komum fyrir þarna. Þau kalla það whitelist. Við erum með lista af hlutum sem við viljum fá að vita af og við prentum þau orð þegar þau koma. Til að mynda þetta hérna. Þetta er listin af þessum orðin sem við fylgjast með, was it the of, og þegar við keyrum þetta whitelist program með þennan lista og spólum síðan allari bókinni þannig gegn, þessari bók eftir Dickens, þetta er bara litla útgáfan af henni, lítill hluti af henni, þá fáum við birtinguna á þessum orðum. Hvað hins vegar getum við gert að öfuga, þar að segja að við viljum hafa exceptions, við viljum hafa eitthvað sem er bannorð. Eða við viljum vita þeim orðum sem koma ekki fyrir á listan. Og þá er þetta dæmi hérna, þetta er mjög lítið texti og þetta eru orðin sem falla ekki inn í þennan lista af leyfðum orðum, svo má segja. Ok, annars vegar viljum við vita hvaða orð koma fyrir af þessum við heldum utanum og hvaða orð hvaða orð önnur eru það sem koma fyrir. Og við getum ímyndað okkur alls konar tilfelli hvernig þetta getur komið upp. Við erum til dæmis með lista af kreditkortum. Við viljum vita hvort það er einhver stolin kreditkort sem koma fyrir. Og þá er það whitelist vegna þess að við heldum utan lista af þessum stolinu kortum. Við getum verið með spamfilter, þá erum við með safn af adressum sem eru leyfðar, sem eru samþykkjum. Og þá neytum við því sem að fellur ekki inn í þennan lista. En kannski geta það akkurat verið öfugt, kannski spamfilter akkurat öfugt. Við erum búin að merkja ákveðnar síður sem spam og þar með þegar þær koma að þá hleypum við þeir ekki í gegn. Væntanlega hefur ekki efni á því að halda utan allar mögulega síður sem eru gildar. Þetta er útfærslan á þessu og eða á þessu whitelist exception filter. Við einfaldlega búum til nýtt mengi sem er tómt, lesum inn öll orðin og stingum í þessari textaskrá og stingum inn í þetta mengi. Og síðan lesum við af staðalinntækinu orð, eina línu í einu
flettum því upp hvort það sé til staðar. Ef það er til staðar, þá prentum við út. Allt og samt. Hvernig er það blacklist útgáfan? Það er einn stafur sem breytist. Hvað er hann? Ha? Ég heyri ekki. Upprópunmerki, hárrétt, akkurat. Við neytum þessu, ef það er ekki til staðar, þá prentum við út. Sko? Karamella, sýndarkaramella. Þetta er alltaf sent með þetta. Þetta er reynda mjög algengt og mjög praktist að geta haldið þetta svona mengi á þess að vera með nokkuð gildi. Hérna er mjög einfalt, hérna er annað dæmi, dictionary, orðabók. Það er líka eins konar uppfletting. Þeir eru sett upp þetta snið á forrit hérna sem heldur utan þessu kallað CSVAF eða Comma Separated Value skrá. Þá er inntakið á þessu formi í hverri línu, þá er með röða einhverjum gildum. Þetta er eins konar færsla. Getur við af ýmsu formum. Þetta er dæmi slíkan skrá á færslum. Hérna er þetta með vefslóð. Hérna við viðkomandi IP-tölu. Já, það er allt sömt í þessu tilfelli. En almennt tala getur verið með lengri lista. Og hvað viltu geta gert? Þú vilt geta gert flett upp. Þú viltu geta sláðin vefslóðina og geta fengið IP-töluna. Það kallast DNS lookup. Domain Name Server. Það er það sem vefþjónar gera þegar þeir fá svona streng. Þá þurfum þeir að finna hvað IP-töla á við þetta og þá gera það með því að senda fyrirspurn á þekktan DNS-þjón. Nú, það er auðvelt að sjá að það er eins konar symboltabla, ekki satt? Þú vilt geta sent inn svona þekkta slóð og geta fengið út IP-tölum tilbaka. Þannig að þá ætti lykillinn að vera slóðinn og gildið að vera IP-talan. Og það er það sem þetta forrit gerir. Þetta er þetta mjög almennt forrit, þetta lookup CSVAF. Það tekur svona CSVAF skrá og síðan gefur við til kynna, hvaða svið er lykillinn og hvaða svið er gildið í skrá. Hérna gefur við til kynna svið nummer 0, það er svo sagt slóðinn, það er lykillinn, svið nummer 1, það er gildið, það er IP-talan. Þannig að þegar við keyrum þessa skrá og byrjum að lesa þennan lista í þessari CSVAF skrá og síðan tekur hún inn af staða linntækinu, sláum inn einhverju slóð, adobe.com og þá gefum tilbaka viðkomandi IP-tölu. Það sniðugt við þetta er það að þetta er hægt að setja upp í hináttan líka þess vegna. Við getum vilja gera öfugt DNS lookup. Það kallast, þá gefum til kynna, þá spyrjum við ákveðna IP-tölu og spurningin er hvaða slóð á við hana. Og eina breytingin er svo að við skiptum á þessum tveimum færibreytum. Nú verður IP-talan lykillinn og urlið verður gildið. Og þá getum við gert akkurat öfugt fyrirspurnir. Sláum inn IP-töluna, fáum slóðina tilbaka. Sniðugt. Er þetta ljóst? Já. Já. Jú, þetta hlýtur að vera einhver villa í skjalinu einfallega vegna þess að þetta meikar ekki alveg sens, er það? Þessu var síðan í kóðanum sem að hefur báðum að printa. Já, ég plattsafni hérna með. Nú er ekki með þetta hérna. Þetta er eitthvað töluvert. Við skulum bara skoða á slóðinu kannski til þess að átta okkur á hérna vefsíðu bókarinnar.
Það ákveðið datasett. Nei, það ekki hérna. Hérna koma einhver aukatölur. Þetta greinilega einhver villa. En hvað myndi annars gerast ef þetta væri aukalínur? Getur sagt með það? Rugluröðinu hvernig? Nei. Fyrirgefðu? Já. Vegna þess að hún les eina línu einu, hún ekki að lesa stak fyrir stak. Þannig að þegar hún finnur svona línu sem er bara eitt gildi, þá les hún bara, þá bara þetta gildi í slóðin og engin yfirtal sem á við. En takk fyrir spurninguna. Tökum annað dæmi. Amínósýrur. Þetta grunneiningar líkamanns. Kjarnsýrur kallast það víst, já. Og þær eru búnar til úr bútum, sem kallast DNA, einingar, hvað sem það kallast. Það eru 4 stafir, hver á við sína sameind. Og þessar sýrur eru sem sagt blanda af 3 svona stafir í röð. Þannig að ef við fáum til dæmis CAA, þá á það við glútamín. Ef við fáum CGT, þá á það arginín. Er þetta ekki gegntakvörpun, þar að segja, þetta er ekki gegntak. Þetta er ekki one-to-one, bijective, eintækvörpun, akkurat, injective. Þetta er ekki eintækvörpun vegna þess að við sjáum að CGC varpast líka í arginæn eins og CGT. En það er allt í lagi að til leyti að hérna erum við með það er þessi fyrsta svið sem er lykillinn og það er eintakt gildi fyrir það. Þannig fyrir hvern lykil þá er ákveðin sýra sem á við. Og kjarnsýra. Og þá gefum við bara upp hérna 0 hérna fyrir lykilinn og 3 hérna fyrir nafnið á kjarnsýrunu. Þannig að við getum flett upp hérna ACT, þá fáum við þreonín. TAG hefur sérstaka eiginleika, það er svo kallar stopp, þá stoppar hún hérna afritununa. Hérna fáum við allt öðru sér dæmi, hérna er einfallega upplýsingur og nemendur. Þetta virðist vera fyrst hérna hópanúmer, eftirnafn, fornafn, veit ekki, aðgangsorð, lykilorð. Nei, ekki lykilorð, aðgangsorð. Hérna dæmi við getum flett upp eftir loginnafni og fengið nafnið á viðkomandi, þessu tilfelli fornafnið. Hérna flettum við upp eftir loginnafni og fáum í hvaða hóp viðkomandi er. Og við myndum væntanlega nota kennitölu. Og í þessu, eins og öðrum tilfelli, þá akkurat er það málið að við erum ekki alltaf með eintæk nafn. Hérna getum við ekki látið nafnið á sýrunni vera lykil vegna þess að hver sýra á við svo margar mismunandi runur. Og saman með nemendur að það getur verið fleiri en einn nemendur með sama nafn. Ég var að segja, mér fannst það nú ótrúlegast þegar ég eitt skipti var að kenna hérna fyrir nokkrum árum og það voru 2 nemendur í sama námskeiði sem heitir Jökull Jóhannsson. Hversu líklegt er það? En ef maður með nógu mikið af fólki, þá er það alltaf einhverju 2 sem hafa sama nafn. Það er bara aðvatni. Ha? Það er aðvatni með óbútt
Akkurat. Ef það nægilega mikið af möguleikum, þá kemur alltaf eitthvað sérstakt upp. Hvað er að sýna hér? Jú, þetta skráin. Þetta forritið til þess að gera þetta. Við einfaldlega tökum hérna 3 gildi. Fyrst hérna nafnið á skránum sem við ætla að lesa inn. Við hvaða svið á að vera lykill og hvaða svið á að vera gildi. Síðan búin til nýja symboltöflu sem samastendur af annars var, þetta bæði lykill og gildi eru hérna strengir. Við lesum inn úr þessari skrá og byggjum til þess að búa til þessa symboltöflu. Hvernig gerum við það? Já, við lesum inn eina línu í einu, splittum henni upp hérna í þessi svið. Og þá notum við hérna í strengjaklassunum aðferð sem heitir split og tekur henni ákveðinn staf og skiptir í þessum einingar sem þessar kommur skilja að og býr þess að til fylki út af því. Síðan notum við þetta númerið á lyklasviðinu til þess að vísa inn í þetta fylki og fá þannig lykilinn sem í línunni. Sama með gildið. Stingum við inn í symboltöfluna. Og síðan auðvelt síðan að bara lesa inn strengi og fletta þeim upp í symboltöflunni, prenta það út eftir því hvort við á. Og prenta það út hjá hérna viðkomandi gildi sem tengist þessum viðkomandi lykli. Ok. Ég ætlaði hérna taka smá hlé til þess að skipti við eitthvað annað. Ég verið að tala fyrir því að maður þarf að huga því hvernig maður notar hugan. Vandamálið að þegar maður situr í einhverjum svona fyrirlestri, það malað yfir manni og hugurinn einfaldlega fer á flug og fer að gera eitthvað allt annað. Maður þarf að taka sér hlé. Nú, ég hef gleymt það vandamál að þegar ég reyna að þjálfa mig í því að taka góð hlé. Hvað meina ég með því? Jú, málið að mér hætti alltaf við að ég að vinna í einhverju, tek mér hlé og fer á Facebook eða eitthvað álíka gáfulegt. Þetta minn aðalveikleiki að fara á New York Times og byrja að lesa þar. Það vissi mjög áhugaverða greina sem ég les þar. En gallinn það að þarna sit ég við tölvuna alveg samfleytt. Það sem maður þarf aðeins að huga að reyna að tæma hans hugan. Maður þarf líka að gefa sér tíma til þess að bara láta hugan reika. Vegna þess að hugmyndin koma oft þannig þegar maður svona eitthvað sem ekki að trufla. Hvað kallað þetta? Þetta einhvers konar þegar við með einhver námskeið þetta einhvers konar awareness vera í núinu. Þetta spáði þetta. Hvernig þetta spenningum að setja upp svona vinnulag. Hvernig beitir maður sér? Maður getur vandamálið að maður heldur stundum að þegar maður að hamast þá sé maður koma rosalega miklu verk. En það ekki það sama að vera að gera hluti og skila einhverju af sér. Einhver kom úr því. Ef maður þreyttur og að, baksa við að gera eitthvað lengi, þá getur maður eitt fullt af tímið að koma mikið úr því. Þannig að þarf maður aðeins að reyna að hreinsa til og það mikilvægast þessi tími þegar maður fær svona hugmyndir. Það þarf að hlúa að þeim tíma. Þetta nú guðspjallið í dag. Hvað finnst ykkur? Comment? Alveg rétt, sko. Minn maður, Einhver gagnrýni? Einhver... Já. Einhver svona gildur tími sem að þú veist að vinna í hálftíma og setja smá gildur vinnutími sem þú vinnur samfélag. Já, ég verð nú að segja, sko, fylgi því sem ég segi, ekki því sem ég geri. Vegna þess að ég ekki hef endilega bestu aðferðina við þetta. Mér hættir akkurat við að sökkva mig niður og vera lengi og
dett í þetta, en nú ég bara að vinna þessu, ég verð bara að halda áfram. Fyrsta lagi, sko, ef það gengur vel, ef maður in the zone, eins og þau segja, ok, halda það áfram aðeins. En hættan við svo að maður sko, að hamast, maður verður að halda áfram og þess vegna heldur áfram og kemst þú að líta áfram, þá nefnilega þarf maður akkurat að þú veist, bara stoppa. Bara labba frá, allavega fá sér kaffibolla í lágmarki, en helst kannski eitthvað aðeins meira. Því að þá, sérstaklega sko, ef hlutin ekki að ganga nægilega vel, þá maður kannski bara, þú veist, að móka hólu. Maður grefur sér alltaf dýpra niður. Það hættan. Já. Til að endurtaka spurningar og saman. Ég hef ekki núna hvað þeim að segja. Já, endurtaka spurningar, já. Já, auðvitað átti ég að gera það fyrir aðra. Ég gleymi því alltaf. Viljið endurtaka spurningum saman? Ekki núna, sko, bara á eftir. Ég reyni það á hverju ári og svo gengur það svona misvel. Heyrðu, þetta var ágætis pása. Indexing client. Hvað viljum við gera? Við viljum gera index. Ég veit ekki neitt gott orðið fyrir þetta. Index í bók kallast atvikursorðaskrá. Þetta eins konar, ég hefði nátt að fletta þessu í 12 ára safnur reyndar. Allavega, þetta leið til þess að finna hvar eitthvað til staðar. Til að mynda, við viljum geta flett upp í hvaða skjölum birtist orðið searching challenge. Og þá kemur upp svona gluggi og bara listi yfir öll þau skjöl þar sem að þetta birtist. Og þetta svona nú til í sömu stýrkerfum. Hvernig getum við útfært svona? Þannig að við spyrjum orð og fylgum með allar þær skráð sem við komum að orða á. Við erum að gera hérna einfaldur útgáfu þar að segja við erum ekki hérna bjóðið upp á að það sé einhvers konar stafsetnifilla eða orð sé mjög lík og svo framvegis. Það svona aðeins flóknara. En hérna, þetta allavega nægilega praktist. Hérna dæmi, við ætlum að skrifa þessu forritað file index, geta gefið til kynna nokkrar skrár og geta síðan flett upp í hvað skrám birtist þetta orð freedom hérna. Þær skrár sem voru settar hérna inn eru frægar sögur, Moby Dick, dæmisögur, Aesops, Tom Sawyer, Saga eftir Dickens, þetta sannlega Magna Carta. Og ef þú slær síðan inn hérna freedom eftir að hún búin að vinna þessar skrár, þá spýtur hún út í sér, ok, þetta birtist þessum þremur en ekki hinum. Nú kannski vildur ég gera þetta á til dæmis Java-skrárnar geta fundið hvar nota ég importskipun. Jú, það þessum þremur hérna. Hvar nota ég comparator? Í þess tilfelli ekki neins staðar hér. Hvernig förum við að gera þetta? Einlega verður bara að lesa sig gegn og leita þessu, já. Ok, það brute force leiðin sem tekur alltaf mikið tíma. Það að segja, við þurfum að gera, fyrir hverja fyrirspurning þá erum við að endurtaka saman hlutin aftur og aftur. Við erum að reyna að forvinna þetta til þess að geta svara þessum fyrirspurningum á hraðvirkan hátt. Nú, það kannski sjálfgefið að við ætlum að nota hérna simple tab, en hvernig simple tab? Hvernig ætlum að setja þetta? Hvað lykillinn, hvað eru gildin? Hvað lykillinn? Orðið sem að fletta upp eftir, já. Ok, þannig að orðin eru lyklarnir, en hvað eru þá gildin sem hanga á simple-tabunni? Skrárnar, já. Akkurat. Við viljum fá þetta svar hérna tilbaka, þannig að þetta er gildin sem við viljum fá. Við viljum, þegar við spyrjum freedom, sem lykil, að þá ætti svarið að vera þessi listi hérna. Þannig einfalt að svarið já, við viljum bara, það hangi hérna þessar skrár. Eða þessi skráanöfn. En af hvaða form það þá? Hvaða tag þá á þessu value hérna?
Þetta getur verið á forminu file, sem heldur sér til. En ef maður skrifa svona file. En við erum ekki bara með eina skrá, við erum með listaskrá. Þannig að, og þennan lista viljum við geta breytt. Þannig að hérna er hugmyndin, við ætlum að búa til symboltöflu sem lykillinn er strengur og gildið er mengi af skrám. Og mengi erum við með, vorum útfæra á þann, sem symboltöflu. Þannig nú erum við komið með svona kombineraða datastrúktur. Symboltöflu, þar sem að hvert gildi er symboltöfla. Eða hvert, já. Það er dálítið grúfi. Það er nefnilega það sem að við viljum geta gert, þegar við erum hérna alltaf að læra svona einhverja grunnhugmyndir, en svo þurfum við að geta farið, ekki bara skilja hvernig grunnhugmyndin virkar, við geta kombinera þær, geta bætt við þær, tekið þær lengra. Þannig að, hérna er þetta forrit, þetta er ekki langt forrit eins og þið sjáið, lesum okkur aðeins í gegnum þetta. Við erum búin til þess að tóma symboltöflu, þar sem við ætlum að geyma strengi og viðkomandi skrár sem eiga við þessa strengi, þessi orð. Hvað er að gerast hérna þessari forsetningu? Jú, þetta arg sem notað hér, þetta eru þeir breytur, þeir parametrar sem hún notar á skipunarlínunni. Það er ekki eftir að hérna keyrum við þetta með stjarnan.text. Stjarnan.text er expanderað yfir í allar þessar skrár, textaskrá sem er í möppinni. Þannig að rauninni args inniheldur þennan lista hérna. Þannig að args er þetta hérna og þegar við sem sagt förum í gegn svona forlikju, þá erum við að ítra í gegnum allar skrárnar sem við gefnum sem færibreytur á þessari skipunarlínu. Fyrir hverja þeirra, þá opnum við skrána, byrjum að lesa úr henni og lesum hana línu fyrir línu, tökum viðkomandi gildi, flettum við upp í symboltöflunni, ef það er ekki til þá búum við til nýtt stak fyrir það og síðan, þetta er að sniðuga, við sækjum gildið fyrir þannig lykil, það gildi er hvað? Það gildi er mengi af skrám og síðan bætum við núverandi skránafni við þennan lista, við þetta mengi. Sem sagt, fyrir hvert orð sem við lesum inn, þá tryggjum við það að það sé til í symboltöflunni. Nei, fyrir hvert orð sem við lesum hérna í skráni, þá að því við lesum hérna eins og við flettum upp eftir orðum, við fáum hérna, það er ákveðin listi sem hangir það við, eða mengi, og í það mengi þá bætum við núverandi skrá. Nú við þurfum bara að bæta það við ef skrána var ekki til staðar áður, en það er það sem að gerir. Tjekkar að hvort það sé til staðar, ef það er þegar til staðar, þá er það allt í lagi. Ég heyri ekki. Þetta er svona svipað eins og þegar á netinu að leita að einhverjum ákveðnum hlutum út frá tags. Já. Við sem EMP og ert að leita að öllum gamanum. Þetta er eins og mjög algeng leit á netinu að við sláum inn eitthvað orð og við fáum einhver lista. Lista yfir það sem á við. Og það er vegna þess að það er búið að indexera alla þessar skrár. Þannig að sé hægt að fletta upp í því á skilvirkan hátt. Ef við spáðum þetta að þessi vefleitarforrit, eins og Google, þetta er rauninu ótrúlega skilvirkt.
að grunni til þetta líkt eins og þeir eru með hér. Það sem fyrir hvert orð þá eru vefsíður sem eiga við. En það náttúrulega ótrúlega mikið safn í fyrsta lagi og öðru lagi skilvirknin ótrúlega góð og þú færð þetta næstuð í samstundis, kannski á 1 sekundu. En það flóknara heldur en við komumst yfir hérna. Þetta svona grunnhugmyndin. Ok, þetta var svona yfir svona index. Hérna andæmi, hérna index fyrir bók, það þess að atviksorðaskrá. Þar viljum við gefa til kynna, til dæmis binary tré, birtist á blaðsíðu 381. Symbol tabla birtist á síðu 508, líka 511 og 512 og 521. Þannig fyrir hvert orð sem skiptir máli, reyndar, þar ætlum við að hengja við allar það blaðsíður sem við komum til orðkom fyrir. Síðan annars sem við kallum eins og concordance, það að geta fundið ekki bara orðin, heldur líka samhengið, það sem orðið birtist. Þú slærð inn eitthvað orð eins og majesty og vilt finna í þessari bók hérna, eftir Dickens, hvar birtist majesty, og ekki bara hvar það birtist, heldur hvaða orð var í kringu það. Þannig að það birtist inn á 3 stöðum og við sjáum hérna 5 orð á undan og 5 orð á eftir. 4 orð og undan og 4 eftir. Það hvað? Þessi 5 orð á undan og 5 orð eftir, það eitthvað sem stilt í bara... Já, það bara parametr. Hvað mörg orð þú vilt, hvað þú vilt mikið kontekst hann í kringum þetta. Hvernig ætlum við geymum þetta? Já, við þurfum greinilega fyrir hvert orð, þá viljum við geta geymt staðsetningar hvar orðið birtist. Það er það sem það er. Við viljum hafa lista af þessum staðsetningum. Og þá erum við aftur hérna með symboltöflu, þar sem við yfir orð sem lykil og hérna mengi af heiltölum. Heiltölunar eru sem sagt bara index í hvar orðið er. Við meðhöndlum sem sagt þessa bók fyrst þannig að við búum til þessa symboltöflu, lesum inn eitt orð í einu, athugum hvort orðið kemur fyrir, ef ekki þá búum til nýja færslu fyrir það, sækjum viðkomandi gildi, stingum síðan, hvað þetta hérna að gera? Við kannski flettum upp hérna eftir, við erum komin á orðið númer, segjum 5. Orðið er code. Orðið er code. Nú við flettum upp hérna eftir code. Er það til staðar? Já, það er til staðar, allt í lagi. Þá sækjum við gildi sem var til staðar þarna. Þannig að code hafði áður birst á hérna sem orð númer 1. En hvað er það sem við sækjum? Við sækjum hérna mengið. Mengið sem samanstendur hérna veginum. Það er þetta set hérna. Síðan setjum við set.put af i, þá erum við að setja 5 inn í þetta mengi. Þannig að við breytum rauninni því sem gildinu sem hangir á kód yfir því að vera 1,5. Okay. Þannig að þegar við erum búin að fara í gegnum alla bókina, þá höfum við fyrir hvert orð lista yfir allar staðsetningar þar sem þetta orð birtist. Þar sem staðsetning hérna er númer orðsins í bókinni. Hvernig hjálpar þetta? Jú, vegna þess að þegar við síðan gerum fyrirspurnir og hérna kód, ok, þá flettir hún því upp með get fyrirspurn. Við fáum hérna mengi tilbaka af þessum staðsetningum. Fyrir hverja þeirra þá vil ég prenta út ekki bara þetta sé orð númer 5, heldur vil ég prenta út þau orð sem koma undan og þau sem koma eftir.
Já. Ok. Er þetta ekki ljóst? Þetta er sniðugt. Það er sniðugt að hafa svona, ekki bara symboltöflur, heldur symboltöflur sem innihalda symboltöflur. Herðu, það kom að pásu, eða ekki? Kaffipása. Já. 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 Svo gerist fullt hlutum. Og ég endaði með að, þú veist, innsetta enn, svo maður rótita er bara eitthvað fullt Og þetta hlut? Og það að aðferðin sem ég fór að, þá var ég að rótita og þá breyttist tréfjöll. Og þá var ekki pláss fyrir summa af þessum trjám. Það hlýtur að vera jafn mikið pláss eins og annað. Þetta allt hlutir eiga og þau með ekki tínast, sko. Já, og það ég var með T var komið með, þú veist, ég man ekki hvort það var U og J. Sem bæði. Já, sjáðu, þú ert með eitthvað svona og það er rauninni 3 hlutir sem komið sögu. Nú gerum við rotate, right, hvað gerist? Hvað séum þetta sem þetta sé ég? A færist upp, B færist hingað. Og það er rétt að nú er þetta þetta er númer 1. Það getur verið 2, hvað kemur fyrir það? Það er hingað. 3 fyrir hingað. Og við heldur þess að saga fjölda, þau verða ekki á sama stað. Ok, en ég þarf ekki að hugsa þú veist. Þú mátt bara ekki tína þeim, sko, en... Þau fara eitthvað. Já, þau fara eitthvað, já. Og þú ert að sýna það hvar þau getur við. Ok. Já. Já. Hann segir aldrei hvaðan hann sem fyrir það. Þú færði einhverju villu og hvað? Færði villu hjá þér? Þú ert ekki að tala um músík, Nei, ég þetta með einhvern sem ég get dótt í hug. Og síðan þegar ég reyndi að gera músík þá þessi 5 seinustu þau alltaf þau krassað. Það er lent í endalausum lúpum. Ég veit ekki hvað það er. Hvað það er, já. Það virðist vera spurning að sé nægilega stórt, ekki satt. Eða þá að það sé nægilega lítið. Kannski er það spurning að sé mjög lítið. Þú eru að reyna að taka fyrir allt í aðtilfelli, sérstaklega það er með bara eina nóðu í trénu. Þú ættir líka að geta gleymt við það að ef nóðin er ekki til staðar þá er ekki hægt að gera neitt.
Þannig ég myndi tekka á þessu, ef þú ert með 0, 1, eða 2, 2 nóður í trénu, þá það kannski, gæti verið erfitt tilfelli. Eða kannski þegar þú ert að fyrir allavega 10 til þess að prófa nægilega stór. Annars það hljómar töluvert, já. Þú segir öll tilfelli sem þú þekkir virki hjá þér? Já. Með reyndi. Ok. Það enginn mögulegt að gera. Ekki öll, nei. En maður þarf að gera nægilega ítarlega, sko. Nú ef þú telur verið búin að prófa í gegnum alla möguleika, þá að spyrja á þetta. Það kannski spurningum að fá einhvers konar sýntilvik til þess að byrja með. Já, opnumassið, já. Það sem að það var fyrir að það á morgun. Já. Það var mikið skæði á það að ég bara að gera eitthvað í skjálfum sem ég skiljaði tölunar fyrir á ekki konarsvara. Jú, þú ætti að gefa konarsvara. Ok. Þá sendi ég hann inn bara á eftir. Já. Ok. Ha. Já, gott mál. Hvað finn ég forritin í þessu blessaða nýja stýrkerfi? Þið þekkið ekki? Hvað segirðu hérna? Nei. Já, þetta, já, ok, takk fyrir það. Já. Ok, hörðum, eitt stuttdæmi viðbót, klárum við þetta. Rýrir vigrar. Rifum upp hérna úr línulega algebru. Við ætlum að margfalda fylki við vigur. Þetta eitt af því algengstu reikningar sem framkvæmdir. Við erum með tvívítt fylki,
n sem menn fylki og vigur af lengd n, margfaldur vigurinn við fylkið, hvað þýðir það? Við tökum vigurinn margfaldur stak fyrir stak á hverja línu. Það að segja, já, þið rifið það hvernig það var. Þannig að út kemur þetta gildi hérna, þessi vigur hér í staðinn. 0,36 er margfaldið á x vigurinum við fyrstu línuna í A-fylkinu. Og það getum við gert einfaldlega á þennan hátt hérna. Við erum með einfalda tvöfalda lykkju. Förum gegnum hvert stak hérna í x-fylkinu og samanskapi vísa þá líka í hverja, Við förum gegnum hverja röð hér og margfaldur saman röð við x-fylkið. Til að gera það, þá erum við aðra tvöfalda lykkju. Aðra lykkju, segi ég, jóðlykkjuna. Reiknum það út þessa summu og það fer síðan inn í b-gildið. Þetta gott og vel allt saman, en málið að mjög oft eru fylkin mjög rýr. Rýr þýðir að það lítið af gildum í þeim sem ekki 0. Til að mynda getum við haft fylki sem með n jafnt á 10.000, n sem menn fylki. Þannig að það eru hver röð inniheldur 10.000 gildi. Fjöldi þeirra gildi sem ekki 0 geti hins vegar verið kannski bara 10, 1.000. Það þýðir það, fyrsta lagi, að við þurfum að huga því þegar við annars með tíma og pláss. Ef við verðum að geyma allt fylkið, ættum við kannski bara að geyma þau gildi sem ekki 0. Og hittir, af hverju vera að framkvæma margfaldanir á stökum sem eru almennt alveg bara 0. Væri miklu gáfulegra að taka bara þau stök sem eru ekki 0 og nota þau til að margfalda við stökin í x-virðun. Og þá erum við til að gera bara 10 margfaldanir til að fá gildi, í stæðan fyrir að gera 10.000 margfaldanir. Þannig að þetta alveg nauðsynlegt ef maður allar ná skilvirkni á svona rýr fylki. Þetta staðalleiðin til þess að geyma þetta, bara venjulegt fylki. Hin leiðin að líta á þetta sem symboltöflu. Hér lykillinn hérna þessi vísir. Það að segja númerið á stakinu og gildið talan sem í því viðkomandi hólfi. Þannig hérna erum við með 1, 2, 3 stök sem ekki 0 og þau eru hólfi 1, 5 og 14. Þannig að það eru lyklarnir sem á við og tölurnar í hólfunum þá gildin. Nú með þessu formi þá erum við búin að geyma þessi stök á plássi sem í réttu hlutfalli við fjöldastaka sem ekki 0. Þannig að sparnaður í plássi mikill. Tökum eftir líka hvernig við útfærum aðgerðirnar. Þetta sem sagt klasið til þess að halda utan svona rýran vigur. Við geymum hverja línu, geymum þennan vigur sem symboltöflu, heiltala sem lykill og double gildið sem á við. Og hérna geymum við þetta sem tætutöflu af hverju vegna þess að við þurfum ekki aðra eiginleika, við þurfum ekki að halda stökunum í réttri röð. Það ekki það sem skiptir máli hjá okkur. Síðan erum við með put og get aðgerðir til þess að annars vegar sækja gildið í viðkomandi stak í vigrunum og hins vegar til þess að breyta gildinu. En síðan til þess að framkvæma þessa margföldun, kalla þetta dot product, eða innfeldi á 2 vigurum, röðin annars vegar og x-vigurinn hins vegar, framkvæma innfeldi, þá margfaldast þetta stak fyrir stak. Og takk eftir núna hvernig við gerum þetta öðruvísi, við lúpum bara gegnum þau stök sem til staðar sem vísar. Þessi indexis rútína, hún gefur mér upp alla þá lykla sem birtust í symboltöflunni. Lyklarnir voru munir, þessir vísar, 1, hvað?
1, 5 og 14. Þannig að key sem skilar því og þá lúppum við gegnum bara þau stök sem ekki 0, framkvæmum margföldun á þau stök. Það þýðir það að ef við gefum okkur það að fjöldi ekki 0 í hverju línu konstant, þá verður tímaflækjan fyrir þessa aðferð núna konstant, í staðinn fyrir að línulegur í lengdinni á virðurum. Ekki? Já. Nei, af því að þetta ekki þetta ekki þessi hefðbundaforleikja, það sem rétt og 0 upp í eitthvað, heldur það sem að þetta það stak í þessu mengi hér. Þannig að þetta notar hérna þennan ítrara sem við fáum hérna, þá ítrum við yfir öll stökin sem í menginu. Og við getum notað þetta á allar svona ítræðlegar gagnagrindur til að mynda yfir stafla, yfir forgangsbiðröð, yfir hitt og þetta. Að þetta ítræðlegt, við getum farið í gegnum öll gildin. Þetta akkurat for each, já. Kallast það for each í C++, já. Og þá getum við spáðið hvernig við gemum síðan tvívítt fylki. Hefðbundlega að geyma sem, tvívítt fylki, eða svona matrisu. En rýra útgáfan svo að geyma hverja línu sem svona rýran vegur. Það hefur þann galla, það ekkert voðalega skilvirkt að sækja hvert einasta stak, að við þurfum að fletta upp í simpletöflunni. En málið að við þurfum yfirleitt ekki að sækja stök. Það sem við þurfum að geta gert að geta ítræði gegnum það. Þannig að við höfum skilvirka leið til þess að fara í gegnum öll stökin í einhverju röð. Og nú plássið, eins og ég segi, það verður miklu minna og tímaflækjan verður líka minni. Spáðum við þessi í þetta hérna út frá eftirfarandi. Við viljum gera eins og Google gerir, það að segja raða síðum á vefnum eftir einhverju, eftir PageRank. Hvað þýðir PageRank? Jú, það leið til þess að raða þeim eftir hvaða síður eru mikilvægur. Hvernig fer það eiginlega fram? Jú, þú ert með mikilvæga síðu ef önnur mikilvæga síða vísar í þessa síðu. Ef það margar mikilvæga síður sem vísa í þig, þá ert þú orðin mikilvægur. En býttu, þetta endurkvæða skilgreining. Hvernig eru þær síður síðan mikilvægur? Jú, vegna það eru einhver mikilvægi sem vísa því þá. Þetta virðist vera komið í óndalega likki, komið út í einhverju dellu. Já. Halló. Ég í tíma? Já, ég fyrirlisti. Bæ. Maður ætlum að vera viss að tékka á þau hvort það sé engin handlegsbrotin eða eitthvað, að maður þurfa að hleypa út. Það ekki. Akkurat, hvernig var fyrsta til? Málið að þetta er svona, þetta samhangandi kerfi, fram að segja. Við fáum hérna svona leggi, úr hverju síðu eru linkar yfir aðra síður, það eru leggirnir, og við viljum á sama tíma reikna vægi þessara síða. Það merkilega að þetta hægt að gera með því að framkvæma líta þessar síður sem svona fylki, tvívítt fylki, þar sem þú ert með bendir úr einni síðu yfir aðra síðu. Og
síðan ítrekar við framkvæmum með svona fylkja margföldun til þess að fara úr einni stöðu. Þú byrjar með alla síður jafn mikilvægar og síðan rekur þið með því að endurtaka, þú verður fylgir áfram í þessu kerfi af síðum, þá ferða áfram eitt skref og það er jafngilt því að þú framkvæmur svona margföldun á núverandi stöðuvigri og á þetta fylgi, þetta tvíviða fylgi sem samsvara þessum tilvísunum. Og nú er ég að bulla út í óðundilega vegna þess að ég er að orða þetta afskaplega illa. En trúið mér, þetta er pointið, ég þyrfti einhvern veginn að setja þetta upp á betri hátt, að þessi reikningar sem Google gerir gangur raunin út á að gera ítrekað svona fylgjamarkvölduna. Já, það er allavega ein leið til að líta á það. Önnur leið til að líta er að þú gerir ákveðið svona slembigang í neti sem er búið til að þessum síðum og linkum. Slembigangin má reikna, það má láta alla síðurnar gera slembigang með því að akkurat framkvæma fylgjamarkvölduna. Og þá sjáum þið að fylgi sem kemur sögu er afskaplega rýrt. Af hverju? Við erum með einhverja billjónir síða, en hver síða er bara með nokkra linka yfir aðra síður, að meðaltali. Kannski 10, kannski færri. Suma síður eru með fullt af linkum, en að meðaltali eru síður bara með örfá linka. Sem þýðir að þú ert með afskaplega rýrt net. Og þá getur ekki verið að geyma þetta sem svona tvívítt fylgi, vegna þess að þú ert komið með billjón síður, þá er n jafnt billjón, hvað verður þá stærðin á öllu fylkinu? Billjón er 10 níunda, þannig að tala um 10 billjón, ok, það er 10 tíunda ennið, ef þú ert með það tvívítt, en í öðru er þá 10 tuttugasta. Hvað er 10 tuttugasta stórt? Já, það er dálítið ómikið. Þá erum við hætt að tala um sko gigabæt og terabæt. Við erum komin fram yfir það næsta sem held ég petabæt. Við erum komin fram úr því næsta held ég sem heitir exabæt. Þannig ég held þessi komin upp í 100 exabæta kannski, sem er meira en jafnvel Google hefur yfir að ráða. Þú hafur spurningu. Þú hefur bara alla líka frá merkilegum versiónum og lætur vísa aðra merkilega líka í öðrum versiónum, þá er þín versi ekki merkilega, hægtlæka, því að það telur líka hversu margir fara inn á þína síðu versiónum. Já, þeir hafa kannski einhverju leið til þess að uppastilla þetta, en þú sér að þú getur ekki fengið linka úr öllum öðrum síðum, vegna þú getur ekki stjórna hinu síðum. Það er málið, þú getur haft linka yfir í alla aðra, en það skiptir ekki máli. Þú verður ekki mikilvægur á því að vera með tilvísun í aðra. Þú ert mikilvægur að ef þú tilvísun úr öðrum. En þannig að pointið með þessu er þetta, við getum ekki nota tvívítt fylki. Við verðum nota skilvirka symboltöflu til að gera svona hluti. Ok, þetta er allt sem ég ætla að tala um þessar symboltöflur. Spurningar? Ef ekki, þá ætla ég að fjalla aðeins um þessi skilaverkefni. Spám aðeins í þetta skilaverkefni 3. Skilaverkefni 3 er hérna einhvers staðar. Hvað er það að segja? Nú, það sem það að segja er það að ég held að þetta sé afskaplega beint af vegum. Ólíkt allavega skilaverkefni 1, þá ættu þið ekki að velkjast lengi um það hvaða það er sem þið ættu að gera. Það sem þið eigi að gera er að útfæra þessa leið til þess að framkoma 2 hluti, munið þið. Annars verður range search og hins vegar finna nearest neighbor. Svo er eitthvað smáið sem kringu það líka í viðbót, en þetta er rauninni kjarninn. Inntækið, þið er sem að skrifa forrit. 2 útfærslur, brútútgáfu og hraðvirkarútgáfu. Og forritið á að taka inn þetta, mengja punktum í planinu og síðan að geta taka við fyrirspurn á forminu og hvaða punktar falla inn í þennan kassa.
Það er það sem kallar reinsvefn. Og hins vegar að geta gefið punkt og sagt, ok, hvaða punktur í inntækinu er næstur þessum fyrirspurnapunkti hérna? Þetta er raunin málið. Nú, ég sagði að það verið 2 útfærslur og það er vegna þess að því að fyrst að gera þetta með point set, fyrst að gera þetta með því að nota rauð svörtré. Rauð svörtré eru góð, en þá notar bara aðra víddina, til dæmis X-víddina. Og þá getur það auðveldlega til dæmis, með því að nota X-víddina, þá getur þú síað út þá punktar sem eru á þessu bili hérna frá ákveðnu X-bili yfir í X-svæði yfir í annað X-svæði. En það geti verið að á því svæði verið síðan fullt af öðrum punktum sem passa ekki inn í ferhyrningin. En allavega það forðast það að fara í gegnum alla punktana í netinu til þess að svara svona reynsvörs. Samaskapi fyrir nearest neighbor að þá ættur geta gert svona sæmilega hraðvirkan hátt, en þó það er ekki alveg gefið. En allavega þetta ætti að vera mjög auðvelt að gera þetta og fengið svona þokkalega skilvirkt. Pointið með verkefni er að skoða hvernig við getum gert þetta betur. Við getum gert það með þessum 2D3, eða KD3, þar sem K er 1 og 2. Og til þess þá þurfum við að rifja upp þessi 2D3, hvernig þau eru byggð, hvernig við búum þau til, hvernig setjum inn punkta og hvernig síðan var framkvæmt með þessar aðgerðir. Nú við fórum í þetta allt saman í fyrirlestri, sýndum dæmi. Það liggur allt ljóst fyrir, hvað sem þarf að gera, það þarf bara að útferða. Það er bónusdæmi bónusliður að sýna síðan með dró hvernig punktamengi lítur út á þessu formi sem við sýnum hérna. Nú, það er mælt með því að þið reynið samt sem að útferða það vegna þess að það hjálpar ykkur líka við að debugga það sem þið eru að gera annars. Það er síðan líka nokkur forrit sem fylgja bókinni sem er svona visualizer forrit sem hjálpa manni við að vinna með það. KD3 visualizer, það teiknar upp tréð, þetta 2D3 sem myndast. Rainswers visualizer, það hjálpar manni við að vinna með Rainswers og samanskapi nearest neighbor visualizer hjálpa til með nearest neighbor og það gera það þannig að það tekur það við, það tekur nú tréð og svo getur sett inn svona fyrirspurnapunkt og þá segir þeir hvar leitapunkturinn er. Hvað á að vera næsti punktur eða kallar á það samkvæmt þinni rútinu og þá ættir að geta séð visuált, er ég að skila út rétt að svarið ekki. Þannig að ég held að þetta sé, eins og ég segi, bent á vegum, bara skella sér í það. Það tekur náttúrulega smá tíma, en þetta er ekkert yfirgnæfandi. Spurningar? Og ég lýsi einhverju betur. Grazie. Ok, þetta var verkefni 3. Hvað getum við sagt fleira? Ég ætla að tala síðan hin verkefnin. Nei, ég var með þetta. S2. Ég kannski rifja eins upp hvað S2 var. Munið að því að finna punkta í lín, aftur er það að vinna með punkt í planinu, nú er það að finna 4 punkta sem mynda saman línu og alla slíkar ferðir. Og það voru, fyrst eru að klára að útfæra hérna point-típuna og það gekk út á að útfæra þessar samanburðaraðferðir. Það er svona tæknilegt atriði, ekkert fylgja bara reglunum. Það þarf að sérstaklega passa sig á lóðréttum línum. Síðan áttum við að gera 2 útfærslur aftur, brútútgáfa og hraðvirkútgáfu. Brútútgáfan gengur bara út á að prófa alla möguleika.
prófa allar ferndir á punktum, athuga hvort þið sé rétt í línum, sjá beinni línum. Ég var að skoða hvernig það lítur út. Hérna útfærslan mín frá því fyrir nokkru síðan. Sjáu hvað þetta snirtilega kommentarið hérna í byrjun. Það almennt alveg góð aðferð að hafa allavega svona, ég myndi segja sko, einnar línu lýsingu á hlutum. Eins og til dæmis bara hvað forritið að gera. Og svo ætti að vera nafn á þeim sem skrifar það. Það líka sniðugt eins og þeir gera þarna, eins og þeir sjá þarna í ALX 4 síðunni. Þeir í viðbót, þá sýna hvernig fer það í að þýða það, á hvað annað þarf þetta forrit að nota og jafnvel hvernig beitur því síðan. Dæmi hvernig það keyrt. En það svona viðbót. Þetta allur kóðinn. Þetta einfaldlega bara fjórföld lykkja. Það gerum alla möguleika. Við gerum með því að láta y fara frá 0 upp í n, j fara þá frá y plus 1 upp í n, því við þurfum ekki að endurtaka þá punktar sem voru þegar taldir. Þetta fer gegnum allar ferndir á punktum og athuga síðan bara hvort að, hvernig við gerum það? Jú, hvort að frá fyrsta punktinum, hvort að hallatalan í hina 3 út frá honum sé svo sama. Ef svo þá prentum við þessa 4 punkta. Málið dautt. Hvað spurningar? Svo var ég hérna með einfalda mainskrá sem bara opnar skrár, lesin punktana, ég var með sér rútin til lesin, þá það ekki nauðsynlegt og það bara einfald lykkja til að lesin punktana. Og síðan kallaði ég á þessa rútinu til þess að leita að mynstrum. Og það líkilættir þegar maður að leysa eitthvað með forritum að leitast alltaf við að finna einföldustu, snirtilegustu leiðina. Oft getur það verið hraðvirkasta leiðin en stundum getur að borga sig jafnvel að gefa smá hraðvirkni fyrir að hafa hlutina skilvirka. Þegar maður almennt að reyna að optimera skilvirkni, þá þarf maður að optimera það sem virkilega tekur mestan tíma. Og megnið af kóðanum sem maður vinnur með kannski keyrt bara einu sinni. Og þá lykilatriðið að það sé eins einfalt og þægilegt og mögulegt er. Þannig að það svona það sem á að leitast við. Vegna þess líka, ef maður fer að flækja hlutina, þá maður komið hugsanlega með ekki skilvirkan kóða, en líka það verður bara erfiðara fyrir forritina að koma því í verk. Síðan kemur hérna fastbundið Java og það önnur rútína hérna fyrir recognize patterns sem aðeins lengri. Nú hún rauninni eins og við gáum til kynna hvað við myndum gera. Við förum í gegnum alla punktana, hvern punkt sem upphafspunkt og reynum þá að finna línu þar sem að þetta fyrsti punkturinn í röðinni. Ég byrja á því að raða punktunum eftir x-niti, þannig ég vil þá fá að hinir punktarnir sem koma eftir séu þá með hærra x-nit. Og hérna gerði ég þannig til þess að hugsanlega til að einfalda málin að ég afritaði þessa punktar sem eftir koma í nýtt fylki, P. Og þá get ég raða þessi fylki á þess að hafa áhyggjur af því hvernig það breytir öðrum hlutum. Það reyndar ekki nauðsynlegt að afrita það, en það getur, ef mann finnst að það læra þá getur það verið ágætt. Þannig að ég raðaði restina af punktunum út frá hallatölunni, út frá þessum gefnapunkti. Þessum gefnapunkturinn P punktunúmer I sem við erum að skoða núna. Og síðan kanna ég hvort að það sé einhverjir 3 af þeim sem sé með sömu hallatölu út frá þessum punkti P. Og þá þarf ég að rekja mig gegnum restina af punktunum, þessi forliggja, og athuga hvort einhver 3 aðliggjandi sem með sömu hallatölu.
Og hérna gerir ég það með því að nota continue, það er að segja ef það er ekki að ganga upp, þá held ég áfram. En það er hægt að gera það á hinn hátinn líka. Og ef svo er, þá prenta þau út og síðan til þess að þurfa ekki til að prenta nægilega langar línur, þá held ég síðan bara áfram. Ok, nú er ég búin hérna að finna einhverja þrjá sem er með sömu gildi, er einhverju fleiri með sama gildi, þá prenta ég þá í viðbót. Ok. Svo er þetta að gera hérna hlut sem er kannski ekki neitt voðalega fallegur, að þetta jóð hérna, að ég er að breyta hérna lykkjuteljaranum inn í lykkjunni. Og kannski snyrtilega að gera með annars konar lykkju heldur en forlykkju, fyrst það er þannig. En þetta er allir kóðinn. Nei. Af því að kóðinn er ekki til prófs og ég sé ekki tilganginn í því að vera að setja eitthvað svona bara til þess að dreifa því. Nú, eins og þið vitið, þá eru hérna reglur varðandi sjálfstæði í verkefnavinnu og eins og við sögðum þá keyrum við svona þjón til þess að tékka á því hvort það sé einhverju lausnir sem séu óeðlilegar með því að bera saman við aðrar lausnir, ekki bara innbyrðis heldur líka aðrar lausnir sem við finnum frá fyrri útgáfur á námskeiðinu og líka annar staðar frá og það hafa fundist við þessa keyrslu fundist þó nokkrar lausnir af þessu tagi. 9 tilfelli eða 9 hópar tilfelli þeirra voru senda til deildarforsta til meðhöndlunar. Ég veit ekki hvernig það stendur nákvæmlega, það tekur sín tíma. Sem er náttúrulega ekki nógu gott, það má segja að þessi kannski lítið hlutfall að heildarfjöldanum hérna, vegna þetta er innan við 5% kannski af fólki. En samt, þetta er eitthvað sem þið eigið að vita, eigið ekki að gera, þið eigið ekki að taka kóða sem þið fáið annar staðar og það er ekki nóg að bara breyta nöfnunum, þetta er eins þá sami kóðinn. Reyndar sá ég líka að það eru fleiri lausnir sem eru ekki nógu góðar að þessu leyti, það eru ekki beinlínis bara sami kóði, en það er greinilegt að viðkomandi hefur verið að horfa á lausnina þegar hann hefur verið að skrifa sinn kóða. Það er líka ekki eitthvað sem þið eigið að þurfa að gera. Þannig að þið hafið þau í huga. Ég reynda að fékk eina athugasemd hérna á vinsældakosningunni, hvað ég heiti aftur. Kennslukönnuninni, já. Með það sem var sett út á það, byrju, hvernig er þetta? Nú er okkur bannað að taka eitthvað efni og svo er hérna fyrirlesin að nota slaðir bent upp úr Coursera eða Princeton. Ég meina, er ekki einhver reglur það líka? Þetta er alveg nákvæmlega sama. Þetta er alveg góð spurning. Þið er náttúrulega að spyrja gagnrýna spurninga. Og þá er tvennt að athuga. Ok, byrju, fyrsta lagi, er verið að nota eitthvað sem einhver annar gerði? Og öðru lagi, er verið að brjóta einhverju reglur? Og fyrsta lagi er ljóst, já, ég er að nota slæður sem Kevin Wayne smíðaði og hann notar það í Princeton og hann notar það líka í Coursera og það er alveg hreina línur. Síðan er hins spurningin, fyrsta lagi, ég hef bara breyta því, spyrir þið kannski tvennt, annars vegar er einhver heimild fyrir því og er hérna ritstuld að ræða. Og fyrsta lagi þá fékk ég beint frá honum með hans heimild, þannig að það er ekki það að ég sé að taka það leyfislaust. En er það samt sem að siðlegt ég sé að nýta efni annarra í staðinn fyrir að skrifa þetta sjálfur?
Hvað segið þið? Þetta áhugaverð filosófísk spurning. Punkturinn að sko, þitt hugverk á að vera þetta eigið. Ef þú setur eitthvað fram sem þitt hugverk, þá á það að vera þitt hugverk. En slæður sem kennarar nota eru sjaldnast eitthvað sem þeir líta sem sitt hugverk. Ég skrifaði ekki kennslubókina, samt sem aður skaffaði einhver hana. Ég heldur skrifaði ekki slæðurnar, samt sem að nýti þessar slæður. Og það ætti að vera gert þannig að maður gefið til kynna að það komi frá einhverjum ákveðna aðila. Þannig ég gefið til að hvað nýta þessar heimildir. En ég ekki að látast hafa að skrifa þessar slæður og ég ekki að halda þið fram að þetta sé mitt hugverk. Það lykilatriði. Þannig að það sumt sem maður notar, en það annað það sem maður síðan segist vera að búa til. Og það þannig með verkefni hérna að það krafist af ykkur að þið búið til lausnir af verkefnunum, að þið sé ekki bara að nota eitthvað í þessum verkefnum, eitthvað sem þið finnið einhvers þar. Og stundum getur það átt mjög vel við. Og oft það þannig, ef maður leysa einhver verkefni í einhverju fyrirtæki með starfi eða svo framvegis, ef maður finnur lausnina að þessu einhvers staðar, getur fengið það á þess að vera að stela því, þá eru alveg að gera að nýta það. Maður ætti þá að merkja það þannig að þetta sé fengið einhverjum ákveðnum stað, en ef þú finnur kóða sem leysir það sem þú þarft að leysa, og þetta er open source kóði, þú hefur heimild til þess, þá ættir endilega að nýta það. En markmiðið með verkefnum yfirleitt að þið þjálfist í því að gera verkefni. Þess vegna það krafist þess að þetta sé ykkar eigin hugverk. Ég búin að skýra mér nægilega vel? Þannig að þetta snýst hvað hugverkið. Þannig þegar ég til dæmis skrifa greinar, þá þarf ég að spyrja með þeirri spurningu mína, ekki bara það að texti sem ég skrifaði sé eitthvað sem ég pikkaði niður sjálfur, heldur líka eru hugmyndandi sem ég sett fram. Það eru virkilega mínar eigin hugmyndir. Eða var ég rauninni bara að taka hugmynd sem ég sá einhvers staðar og láta sem þetta sé mín hugmynd. Það er rauninni ennþá flóknari tegund af ritstöldu. Þá ekki spurningum sko að beinlínis nota einhverja setningar, heldur maður að nýta sér hugverk annara, beint eða óbeint. Stundum getur orðið þannig að þegar að viðkomandi lausnir eru orðnar svo staðlaðar, þær eru orðnar komnar inn í kennslubækur, að þá fólk farið að gleyma því, sko, býtu hvaðan kom þetta til? Þá þetta orðið bara hluti af þessu, maður segja, almenningi, eins og konar. Þá þetta bara orðið vel þekkt og þá hættu menn að beinlínis að vísi hver var það sem upphaflega gaf það til kynna. En almennt þarf maður samt sem að spyrja sig, sko, hérna að nýta eitthvað, hver það var það sem upphaflega gerði það. Heyrðu, þetta fær nú að vera gott hérna. Það síðan hérna laust hérna við því að við aukaliðnum, D-liðnum, mér á bent á þetta að það var búið að sýna þetta í tíma og þetta átti að vera minn kóði og ég hafði gert þetta ákveðan og ég alveg kom gersamlega fjallum, gerði ég þetta svona? Já, mann bara ekki eftir þessu. Svona verður þetta reynda með tímanum stundum, maður gerir eitthvað og svo, mann maður ekki eftir í einu sinni. En ég held að það sem maður gert það að hann Ólafur Páll sem sinnti þessu hérna músík í fyrra, hann hafi tekið mína lausn og fyrir C-liðin og bætt við D-liðinum inn í hana á þess að beinlega að merkja það. Það hérna einhverja línu sko, sem ég kannast bara ekkert við og rauninni myndi ég ekki alveg að lista þannig. Það sem hann gerði og D-liðir, ef við minnum rétt, D-liðir gekk út á það að passaði sig á því að sama lína birtist ekki oftar en einu sinni. Eða hlutmengi úr línunni
kæmi ekki fram aftur. Þannig að þú erum með línuna punktur 1, 3, 5, 7, 9, 11 að þá ættu þið ekki að prenta líka út línuna 3, 5, 7, 9. Var ég búin að tala upp 9 til að byrja með? 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 3, 5, 7, 9. Hvernig gerum maður það? Ég hansum þetta svo, ég geymi rauninni alla línur sem eru komnar, sem ég er búin að prenta út. Og hvernig geymir það? Hann gerir á skilvirkan hátt, já. Ég ekki alveg viss hvað þetta magic jú, það eitthvað svoleiðis, já. Það einhver punkt. Já, ég held að málið sko að þetta magic punkturinn hvað þetta sker hérna einn ásinn. Þannig að það sem þú vilt geyma sko, þegar þú geymir línu, þú vilt geyma hallatöluna, en þú það líka einhvern punkt til að miða við. Og hvaða punkt velur? Ég meina það fullt af punktur sem getur valið. Það eðlist að miða punktur sem á hallatölun, á skeri y-ásinn eða x-ásinn. Nema þetta sé akkurat línu sem eru lóðréttar, þá skerða ekki y-ásinn, en það svona mál. Þannig að við geymum allar slíka línu og síðan bara tekum á því, þessi lína þegar komin? Ef svo þá forðast ég það. Það það sem ég gerir hérna, tekum hvort þessu komið. Reyndar hefði hann átt að nota symboltöfli hérna, kannski við vorum ekki búin að fara í symboltöfli, þannig kannski dálítið svindl, en það verður sniðugt að gera það. En hvað er að gera? Þetta svona leiðilegt. Þetta allt í lagi. En þetta rauninni ekki alveg lausnin sem ég myndi stinga upp á. Af hverju? Vegna þess að það ekkert gefið mála þessar sko línur sem við fundum séu endilega það fáar. Það alltaf í lagi ef þetta bara nokkru línur, en það gæti hugsanlega verið ansi margar línur. Hvenær gæti það verið rosalega margar línur? Ég segjum til þess að við séum með Moskva grid. Þá fullt af línur sem við getum fundið. Fullt af línur. Við rauninni heldur sé enn í öðru línur. Það koma enn í öðru línur, þá koma ansi langa tíma til þess að fletti gegnum alla línur. Þessi stað, það sem ég hefði gert, að ég hefði einfaldlega bara tekkað á því, ég hefði farið að því að ég vel það línur út frá hnútnum sem minnsta x-nitið, aðtögu hvort það sé einhver punktar sem komið þarna, ok, svo ég mynda línu, svo ég vilja tekka á því hvort það komið hlutmengi einhver annari. Það þýðir að það einhver punktur með minna x-nit sem á sömu línunni. En það getur líka fundið til að þægilega nátt. Það það sem við hefum átt að tekka. Svo, já. Var ég hægt að nota, ég náði ekki klárt dæmi, var ég hægt að nota svona síðan eins og þetta áðan sem væri með lykil sem sett. Eða það var gildið. Gildið á hverju? Lykilinn getur verið hafnatalan og sett. Þá áttu að tala rauninni leið til þess að geyma þessar línur, þannig að þú getur flett upp á skilvirkan hátt hvort að viðkomandi línur sem komin eða ekki. Það myndi að gera tímaflækjuna betri akkurat að geyma allar línundar. En það aftur spurning þá með plássið. Ef þú ert með komið ómikið að línum, þá áttu að taka ómikið pláss til að geyma þær. Já, akkurat. Þannig að þessi sýningur hérna ekki svo lausn sem við hefðum viljað fá, en þetta það sem við tökum samt með þetta sem gilt hérna. Því við erum ekki með aðra slíka lausn til að sýna. Einhverja fleiri spurningar með þetta verkefni? Ef ekki, þá kláruðu núna þennan kafla 3, búin að gera allt. Þetta spennandi með symboltöflur og í næstu viku byrjum við á netum. Verðum við því, 4 vikur held ég? Nei, 3 ár allavega. 3 vikur, já. 3 vikur á netum, síðan verður 1 vika í svona erfið verkefni
og 1 vika í lokin í svona yfirferð. Þannig að við byrjum á netum, áttu net á mánudaginn. Sjáumst þá.